Ekkert barn er fætt með mikið sjálfsálit. Ekkert barn er fætt með lítið sjálfsálit heldur. Nýfæddum börnum er bara nákvæmlega sama hvað fólki finnst þau. Það er bara ein leið til að átta sig á því hvar maður stendur í heiminum og það er að fylgjast með öðru fólki í kringum sig. Finnst mömmu ég vera duglegur strákur? Er pabbi ánægður með að ég skuli núna kúka í kopp? Get ég fengið ömmu til að klappa saman höndunum ef ég sýni henni hvað ég er sterkur? Svona mjökum við okkur áfram í heiminum og metum stöð okkar með því að bera okkur saman við aðra. Reynum að falla öðrum í geð. Sumir losa sig undan þessum samanburði á unga aldri. Það er fólk sem við hin köllum fólk með mikið sjálfstraust. Aðrir eru uppteknir af þessum samanburði allt sitt líf. Það er fólk sem horfir í kringum sig á banabiðinu og hugsar: ætli það fari í taugarnar á fólki hérna inni að ég skuli vera að deyja. Það getur verið áhugavert að endurskoða stöðu sína þegar maður skiptur umhverfi eða tekst á við ferðalag og ókunnar slóðir. Ég átti einmitt kost á því í vikunni og tala til ykkar frá hinu rússneska stórveldi í austri. Ferðalög til útlanda vekja alltaf með mér smá óöryggi. Ég byrja gjarnan á því að fá mig göngutúr bæinn og horfa í kringum mig. Yfirleitt mjög meðvitaður það fólk sem á vegi mínum verður. Ég hugsa, hver ætli þetta sé? Og hvað ætli hann eða hún geri í lífinu? Af hverju horfir þessi á mig? Ætlar hann kannski að ræna mig? Ætli þessi sjáu að ég sé komið með skalla? Ætli að fara í taugarnar á honum? Ætli þessi sjáu hvað ég er orðið miðjufeitur með árunum? Svona hugsanir fljúga í gegnum huga minn. Svo hittur maður fólkið sem maður á stefnumót við. Í mínum tilviki stóran hópa fólki sem virtist í fyrstu hafa gert sér sérstaka ferð til þess að hitta mig og dæma mig. Allt þetta ókunna fólk var öruggara en ég, það var betur klætt, leit betur út og bjóði miklu meira sjálfsálit en ég. Svo neyðist maður til þess að tala við þetta ókunna fólk og kemst að því. Það er eiginlega bara ekkert að spá í manni. Það er bara meira upptekið af sjálfum sér. Eins og ég. Eins og kallinn sagði, allir eru að hugsa sig, enginn hugsar mig, nema ég.